Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, komið sæl aftur. Ég heiti María Lilja og hjá mér góður gestur til þess að ræða fjárhagslegt ofbeldi. Sæunn Marinósdóttir, vertu velkomin. Fjárhagslegt ofbeldi, við kannski bara byrjum þar. Hvað í ósköpunum það? Þetta ekki eitthvað sem að mikið talað Nei, ég held að það hef ekki mikið verið talað þetta fyrir en bara fyrir ári, 2 ári síðan. Hefur orðið svolítið vitundarvakning með þetta. Þetta flokkað sem tegunda heimilisofbeldi og lýsir sér með öllum mögulegum hætti, en tilgangur með ofbeldinu að gera fólk oftast konur, stundum kalla, fjárhagslega ósjálfstæð, óörugg, svipta aðgengi að fjármunum, í rauninni gera allt flóknara og erfiðara. Og við vitum það að í okkar samfélagi þá það ýmislegt svona sem hægt sem að getur gert maður mjög óörugan á þessum vettvangi. Það auðvitað listar eins og kreditinfo og annað svona sem safna mann upplýsingum og það einmitt það sem að þú ert svolítið komin til þess að ræða hér í dag. Þú ert þolandi fjárhagslegs ofbeldis. Já. Geturðu sagt okkur aðeins frá því? Já, eins og segja, fjárhagslegt ofbeldi ekki fyrirbæri sem fólk þekki mikið, en það sem að það þekkir helst kannski sú birtingarmynd þegar fólki beinlínis meinaður aðgangur að peningum. Makinn tekur öll launin þín og leggur inn á banka, þú færð ekki pening, þú þarft að biðja þú veist allt það. En þetta getur birst með ýmsum öðrum hætti og í mínu tilfelli æxlaðist það þannig að það voru gefnir út tilhæfulausir reikningar upp á fleiri milljónir og þeir voru settir í innheimtu, voru settir í kröfu náttúrulega bara í heimabankan og þaðan fóru þeir í sjálfvirkt ferli hjá inkasso, svo fóru þeir í lögheimtuna, lögheimtan setti svo upp vöktun hjá kreditinfo, lögmaður fór síðan að grafa í þessu líka, fór að fletta mér upp á vanskilaskrá, þar sem ég ekki með neina skráningar, by the way. Og bara svona til þess að gera mjög flóknlega sögu mjög stutta, að þá hrundi lánshæfismatið mitt úr A1 niður í D1 á mjög skömmum tíma út af þessu. Og það í rauninni ótrúlega skrítið hvað auðvelt að gera þetta, af því að það ekkert að baka þessa reikninga. Þú veist, það getur hver sem farið og stofnað reikning hjá alls konar ókeypis hugbúnaður í boði hér og þar, þar sem að fólk getur búið til reikninga fyrir sannarlega þjónustu eða vörur sem það selur. Það getur síðan senda í heimabankan þinn, það getur farið í sjálfvirkt innheimtuferli, ef þú borgar í eindaga þá færðu aðvörun, þú veist, svo kemur önnur aðvörun, svo kemur millinnheimta og allt þetta og þetta allt saman sjálfvirkt ferli sem að hver sem getur haft aðgang að. Og afleiðingarnar eru þær að ef þetta ekki raunverulega peningar sem þú skuldar, að það virðist vera mjög erfitt að mótmæla eða fá þetta fellt niður. Og í mínu tilfelli hefur það ekki tekist. Þannig ég sit uppi með það að vera með lánshæfismat sem gerir mér algjörlega ókleift að fá nokkurs konar fjármálaþjónustu. Ég get ekki leigt húsnæði, ég getur hann ekki gert neitt. Þannig ég orðin mjög fjárhagslega óörugg og sjálfstæð út af þú sem hefur einhvern veginn aldrei verið það áður og alltaf einhvern veginn svona haft þitt og staðið í skilum og ert komin að þá stöðu einmitt og það einmitt að því þú nefnir þetta með leiguhúsnæðið. Það þetta eitthvað sem hefur alltaf vafist fyrir mér vegna þess að ég skil ekki af hverju ósköpunum leigusalar þurfa að líta til lánshæfis. Það jú sannarlega gefnir út einhverjir svona víxlar fyrir fólk sem að getur ekki lagt út fyrir tryggingu og öðru slíku, en það ætti auðvitað að vera bara sjálfsagt mál. Já. Þannig að þetta einmitt eins og segir, þú ertu komin í mjög erfiða stöðu, en ég meina þegar þú færð fyrsta reikning í heimabankan frá þessum einstaklingi og þú klóraði væntanlega í hausnum og segir býttu nú við, hvað þetta? Þú væntanlega vissir hvað viðkomandi var að reyna þarna.
Já, og þetta viðkomandi sem að þú hefur losað þig við úr þínu lífi en hefur svona með þessum hætti haldið áfram svona ákveðinni línu ofbeldis, hann hefur aðgangaðir í gegnum heimabankaðinn í einhvern veginn. Já. Þetta þegar þetta kemur fyrstu upp, hver eru þið viðbrögð? Mér náttúrulega krossbrá og mér fannst þetta óbúslega skrítið vegna þess að þetta fyrrverandi maki sem að hafði reynt með aðstoð lögmanns að innheimta með peningar sem telur með skulda. Ég er ekki sammála því, þannig að lögmenn okkar hafa verið að ræða málin og það lá alltaf fyrir að ég vil þó að annað okkar skuldaði hinu eitthvað pening, þetta snýst uppgjör á húsnæði og eignum og svo leiðis, að það kæmu alltaf ýmis önnur atriði til frádráttar eða viðbótar hvort hjá ári. Þetta er bara stórt reiknistæmi. Það er bara vesen að skilja. Já. Og það einhvern veginn, það þýðir ekki að senda innheimtur á víxl, það vita það allir sem hafa farið í gegnum það ferli og eflaust fleiri, að þetta er allt svona gert upp við svona lok. Já. Þannig að á einhvern tímapunkti þá vakti hans lögmaður athygli þegar voru búin að taka saman hvað hans skjólstæðingur ætti inni hjá mér. Minn lögmaður var ekki búin að taka saman mína hlið og við í rauninni bentum á að það var ekki tímabært að fara í uppgjör. Það var ekki búið að selja fasteignina og það væri best að gera þetta bara upp í lokin þegar allt liggur fyrir. Nema síðan ákveður minn fyrirverandi einhverjum vegna að setja allt sem hann telur mig skulda honum, beinustu leið innheimtu. Tók ekki tillit til neins sem að ég hef greitt, það var ekkert pluss eða mínus, tók bara aðra hliðina á hvað innheimta það. Og þannig að ég vissi strax hvað hann reyna þegar ég sá þetta dettin í heimabankan og ég trúði ekki öðru en að þetta værin voru eitthvað svona, ég veit það ekki, eitthvað blöff. Já, þú veist, aðeins reyna að íta við mér, þú veist, bara come on, gerum þetta upp eða eitthvað. Þannig að ég talaði við minn lögmann, hún talaði við hans og það komið svolítið óvart að það var ekki bara sjálfsagt mál að bakka með þetta. Vegna þess að þetta á sér enga stóð. Það er engin samningur, það er ekkert samkomulag, það er engin lagastóð fyrir svona reikningu með innheimtu. En maðurinn bara ákvaða að halda þessu til streitu, að það var þarna einn margra milljóna reikningur og svo hélt hann áfram að senda mér mánaðarlega smærri upphæðir í hátt í ár eftir þetta, þannig að það safnaðist bara upp. Og hann var alltaf að tína til eitthvað svona nýtt sem að honum fannst að þú skuldaði sér. Já, hann vildi að ég borgaði honum húsalegu fyrir að búa í húsinu sem við áttum og eigum hann saman. Þrátt fyrir að ég var að borga af láninu og fasteignagjöld og sjá allt. Þannig að þetta er svona flókið. Þetta er flókið, þetta er svona það sem er gert upp yfirleitt þegar að það er búið að gera upp fasteignir og selja og þá er einhvern veginn vita lögmenn hvað er mikið í pottinum og það er hægt að vinna út frá því. Já, fólk er vel bara semur þetta og ákveður sammenningu, þú veist hvað er sanngjarnt, hver er rétt upphæð og allt það. En þessi litlu reikningar sem hann er svo að tína til, það eru, í einhverjum myndi segja, kannski tilraun til þess að svona ná til þín, þar sem að það tókst ekki með öðrum hætti. Já, ég var á þessum tímapunkti búin að blokka hann allstaðar á öllum mögulegum uppum og samfélagsmiðlum, meira að segja e-mailum mitt á endanum á hvað ég sortira allt frá, bara þannig að lögmennirnir okkar getur talað saman. Ég treysti mér ekki lengur í þessi samskipti. Ég var búin að skipta símanúmer 2 og það var búin að vera ákveðin léttir að þurfa ekki að horfa á áreiti frá honum poppa upp eða fá óvænt símtöl eða skilaboð. Þannig að þarna hins vegar þá poppar nafnið hans upp, ný krafa frá þessum einstaklingi, svo kemur krafan frá þessum einstaklingi er núna á eindaga, ert að gleyma þér 2 á dag, síðan kemur hei, þú glemtir að borga þessum fyrirverandi maka í gær, er ekki til að gera það núna og svo þegar að loksins heimabanka tilkynningarnar láta mig í friði þá fara að koma bréf frá inkasso. Ertu nokkuð að gleyma þér? Ertu nokkuð búin að gleyma þessum fyrirverandi maka sem þetta reyna að gleyma? Já. Einmitt. Þetta er, og þetta er bara það sem er og kalla með beinum hætti
fjárhagslegt ofbeldi. Þetta eins og þú lýstir hérna upphafi þegar að einstaklingur, hann bara einhvern veginn svona tekur sér vald yfir fjárhag. Þegar þetta komið í inkasso, það annað batteri, bankinn eitt og hérna innheimtan þar, svo komið annað fyrirtæki sem sinnir innheimtunni. Þú væntanlega reynda einhvern veginn tala við bankann og gera grein fyrir þessum innheimtum eða reynda að tala við lögmennina og reynda að finna út því, síðan kemur inkasso. Hvað gerist þá? Já, það fyrsta sem ég gerði var að auðvitað bara biðja lögmennina minna að díla við þetta allt saman og ég spurði hana hvernig ég gæti snúið mér í því að blokka þennan kröfuhafa í heimabankanum mínum. Þannig ég þyrfti ekki að fá kröfu frá honum. Af því að samkvæmt lögum þá ber ég, ef að skuldin réttmæt, þá ber ég jafn mikla ábyrgð á henni hvort sem að viðkomandi sendi mig kröfu í heimabanka eða ekki. Þannig að ég skil ekki okkur að það ætti að vera sjálfsagður réttur hver sem að geta sendið mig kröfu í heimabanka. Þannig að það hvarflaði ekki annað að mér en að ég geti bara blokkað hann. En það reyndist tæknilega útilokað, eða það auðvitað ekkert tæknilega útilokað, það bara ekki gert ráð fyrir að fólk vilji það eða þurfi það eða það sé brota á rétti kröfuhafa landsins, ég veit það ekki. Hún, síðan lögmaður minn hafði samband við inkasso og vakti athygli að þetta væru tilhöfulausar kröfur, óréttmætir reikningar. Það væri engin lagastoð fyrir útgáfu þessar reikninga og það reyndist mjög flókið og erfitt fyrir hana, lögmaður, að fá áheyrn hjá inkasso yfir höfuð og þegar það tókst þá var þetta svona, já, við getum kannski bara, þú veist, látið þetta bara malla svona kantinu, við erum kannski ekkert að fara að innheimta þetta af aleflega, en þú veist, þetta hérna og þau láta sig engu varða hvað á bak við útgáfureikningsins. Þau eru bara að veita þjónustu og gera það greinilega bara mjög eins og einhverjir róbotar og láta eins og það komi sér ekkert við í hvað tilgangi verið að innheimta eða hvort það er rétt á sér. Og síðan talaði ég við einn bankan til þess að komast að því, er virkilega engin leið til þess að losna undan því áreiti að fá þetta inn í heimabankanum minn. Svo var það nei, þú veist, jú, hver og einn banki, ef ég skildi þetta rétt, getur metið hvort að viðkomandi innheimta sé kannski bara allt í lagi eða ef þeim finnst hún eitthvað skrítin þá getur þau lokað á aðgang viðkomandi til að stofna kröfur. Hljómaði ekki eins og mjög fær leið fyrir mér. Þannig að það gekk ekki og svo bara halda áfram að koma fleiri og fleiri kröfur og í hvert skipti hefur lögmaður mér samband við bæði inkasso og lögmann míns fyrirverandi til þess að mótmæla og öll láta sér bara fátt finnast. Þau sjá bara ekkert athugavert við þetta og þau segja ef ég man rétt að ef mér líkar þetta ekki þá þú veist, hlýtur þetta náttúrulega bara enda í löginnheimtu og fyrir dómi þá get ég bara varið mig þar sem er mjög óeðlilegt vegna þess að ég skulda þessum mann ekki neitt. Síðan þegar að innheimtu maskinan hjá inkasso var komin á einhvern ákveðin tímapunkt, búin að reyna eitthvað x oft fyrir einhverja kröfur, þá settu þau upp vöktun hjá Kreditinfo sem þýðir að þau fá tilkynningar ef að eitthvað gerist, ef að ég allt í einu hætta borgarreikningar minna, ég veit ekki nákvæmlega hvað myndi tryggjara það að inkasso og löghendan fái skilaboð frá Kreditinfo að passa sig á mér. En þau settu það á og afleiðingin af því ef inkasso setur vöktun á kennitöluna hjá Kreditinfo er að lánshæfið þitt hrapar samstundis. Eins og hjá mér fór það beint úr A1 í C3 bara á sama augnabliki. Og þetta er afleiðing sem að inkasso er vel meðvitað og þau geta eflaust sleppti að gera þetta ef þeim sýnist svo. En það myndi finnast það svona sérstaklega það sem þau hafa forsöguna en eins og segir þá vinnur þetta fólk ekki eins og fólk heldur eins og róbótar. Þannig að það er einhvern veginn þau eru bara að moka öllum kröfum í gegnum sína ferla og ég gerir mig grein fyrir að þetta er 1000 eða milljón á dag þannig að það er kannski ekki hægt að setja og spekulir í hverja veitinni en þegar það er búið að koma á framfæri mótmælum þá finnst mér lágmarka aðeins að
setja smá bremsur á, en þau gerir það ekki. Og kreditinfo síðan veit líka auðvitað þau hönnuðu þessar afleiðingar. Þau vita þetta hvað gerist þegar inkasso setur vöktun á og hvað afleiðingar það hefur. Og þegar ég hafði samband við kreditinfo til þess að mótmæla, þá var mér bent á að hafa samband við vöktunaraðilann sem ég er svo sannlega búin að gera með engum árangri. Og þannig að ég lendi bara í því að öllum er sama, þetta kemur mikið við, kröfuhafinn er bara eitthvað, þú veist, við erum svo miklir þrælar auðvalds í hjartanu að það er eins og ef þú gefur út reikning þá ertu hann kröfuhafi og færði eitthvað yfirbyrða status og ert yfir allan vafa hafinn. Þess vegna getur fjárkúað mannesku beinlinis og bara bókstaflega til þess að ræða við þig persónlega eða bara greiða þig peninga sem að þú átt ekkert inni eða átt enga rétt á. Þetta er alveg ótrúlegt máli. Ég veit að þú hefur sagt mér frá því að þú ert búin að vera í mjög löngum samskiptum við kreditinfo yfir bara út af þessu máli. Já. Og það eru svona tölvupóstar sem bara svona ganga fram og tilbaka. Og ég meina, hver eru svörin? Nú ertu komin niður í lánshæfi úr A í D og það, við vitum það öll sem að búum í þessu kapitaliska samfélagi að það er bara saman sem allavega mjög miklir erfiðleikar framundan, eins og segir, ég meina, þú kemur úr skilnaði og að finna sér nýtt húsnæði, allt þetta sem fylgir, það einhvern veginn hefur verið kippt undan þér og þetta gerir þið þetta bara upp á aðra komna. Já, ég hef ekki fjárhagslegt sjálfstæði. Það er rosalega skrítin staðarind af því ég hef ekkert gert af mér til að verðskulda það og í rauninni ætti enginn að verðskulda það. En það sem að kreditinfo hefur sagt þau senda bara sömu svörin aftur og aftur og aftur og ég er alltaf að tala við einhverja nafnlausa fulltrúa. Ég skil alveg að þú vinnur hjá kreditinfo að þú vil ekki setja nafnið þitt undir en það er rosalega skrítið að þurfa að rökræða við einhverja manneski sem þú veit ekki hver er sem hefur þetta rosalega mikla vald í rauninni yfir mér yfir lífið þínu bókstaflega og það eina sem að kemur tilbaka í flest tilfellum er bara template. Við bendum þér á að hafa samband við komandi kröfuhafa nánari upplýsingar, við erum búin að hafa samband og það eru lögmætar ástæður að baki og ég sé alltaf á móti ég andmæli þeirri niðurstöðu. Hverjar eru þessi lögmætu ástæður? Þú veist, af því að það eru örugglega fullkomlega lögmætt að innheimta kröfu sem er byggð á reikningi sem var gefin út vegna þess að það var eitthvað svona samkomulag eða samningur. Ef ég skulda sannarlega einhverjum pening og vil ekki borga endilega innheimtu það og farðu með alla þessa ferla, það er allt í góðu. Og þannig að þegar að kreditinfo spyr inkasso af hverju er það vakta, þá segja þau við erum með kröfur innheimtu og þar með málinu lokið að hálfu kreditinfo. Það er lögmætt, það er fínt. Síðan þegar að lögmaður minns fyrirverandi fletti mér upp á vanskilaskrá þá hafði það líka áhrif þá dætti úr C3 niður í D1 og það var í rauninni þá sem ég byrjaði virkilega að tala við kreditinfo eða ekki tala við þau, ég er bara að tala við ykkur að nafnlausa fulltrúa og að því að þetta er búið að vera svo yfirgengilegt og svo mikið og það er útilokað að fá áheyrn eða úrlausn neinstaðar. Þannig að þegar ég sá að lögmaðurinn sem hefur látið þetta viðgangast vitandi betur, hann er ekki bara einhver lögmaður í bæ, hann kennir refsirétt við HÍ og við gert í mörg ár. Þannig að hann hlýtur að vita fullkomlega hvað þetta er galið. Hann sem sagt gerði uppflettingu til þess að gá hvort að ég væri með einhverja skráningar á vanskilaskrá og ég mótmælti þeirri uppflettingu formlega. Það er einhvers konar takki hann inn á kreditinfo þess að ég get bara ítt og sagt þetta á sér ekki neina stóð og
það var í loka apríl. Ég ennþá að rökræta við Kreditinfo af því að þau fara bara alltaf aftur og aftur, tala við lögumannstofuna eða sendur bara e-mail, spyrja hefðu þau lögmæta ástæði fyrir þessu uppflyttingu og þau segja já og þá fæ ég svar. Það var lögmæta ástæða, hafðu samband við þau ef þú vilt fá annar upplýsingar. Og ég hef ekki lengur tölaði hvað ég búin að svara svo oft. Og á endanum, bara, ég held að vera í gærið í fyrradag, að þá var mér svona óboðið að ég pakkaði svolítið saman í einn mótmælapóst og útskýrði fyrir þeim hvers konar ofbeldi hægt og verið að stunda með því að nota kerfi þeirra sem vopn gegn fólki og að í mínu tilfelli það bæði þessi lögmaður og inkasso og ég þurfti að segja fólki sem ég veit ekki hvað hefur gengið á í lífinu, hvaða afleiðingar það hefur haft, hvaða aðferðir hafa verið notaðar og í þeirri von að það finnist einhvers staðar einhver manneskjuleg ég veit ekki. Ég bara svona, eitthvað svona einstaklingsmiðu nálgun því að nú, sko, ég velti þessu fyrirtæki Kreditinfo mjög mikið fyrir mér einfallega vegna þess og ég ætla bara að segja það hér með, ég á vanskilskrá vegna þess að það ekkert grín að komast það. Nei. Það nefnilega að, þú veist, það dettur ykkur einn reikningur og svo bara verður þetta einhvern svona snjóbolti og það að þú dettur í eitthvað svona vöktun og þetta svona eins og botlaus hít. Þetta er svo fangelsi. Ég veit það. Sko, og það geta liðið mörg ár fyrir fólk að reyna að komast upp úr og þú veist, í hærra lánshæfi og þetta fátæktagildra algjör. Kreditinfo verandi einhverjum þá hef ég svo oft velt fyrir mér svona hvers vegna í ósköpunum lífsgæðum mínum lífsgæðum mín eru sett í hendurnar á einkafyrirtæki út í bæ sem fá aðganga alls konar persónu upplýsingum um mig án þess að ég hafi nokkuð tímann samþykkt það og þetta er svo brjáluð pæling. Já, ég svo sammála. Og nú, einmitt, ég heyra hjá þér að ekki nóg með það að fyrirtæki geti staðið í þessu, tekið svona framfyrir bara líf einstaklinga og tekið yfir líf einstaklinga og bara eyðilagt alls konar hluti, gert fólki erfiðara fyrir, það missir heimili sín eða kemst ekki einmitt jafnvel inn á leigumarkað vegna þess að það ekki hægt að taka tryggingun eins staðar. Þetta bara, við heldur ykkur svona ég fátæktagildra. Þannig að ég ég man ekki alveg hvert ég var að fara með þetta en þetta alveg svona sláandi. Ég velti fyrir mér sko hvernig hefur þið liðið með þetta? Af því ég veit að ég meina það erfitt að fara í gegnum skilnað, það erfitt að fara í gegnum svona eitthvað toxic ofbeldis fullan skilnað og verða svo áfram fyrir ofbeldi, það eitthvað sem að markar spor. Já, ég verð að segja, ég orðin frekar dofin og fjarlæg þessu af því að ég er örugglega í betri stöðu en flestar aðra konur eftir erfiðan skilnað eða sem hafa lent í fjárhagslega ofbeldi að því að ég hef sem betur fyrir ágætis tekjur og vel menntuð og í sjálfu sér mér engin vorkunn en það sem að gera mig alveg brjálaða þetta kerfislæga ofbeldi og fullkomið sinnuleysi og algjör frávísun á allri ábyrgð og meira segja fannst mér þegar að ég benti á að lögmaður hefði flett mér upp á vanskilaskrá fullkomlega ástæðulausu eftir einhver mánaðarsamskipti fram og tilbaka þá umguðu þessi yfir mig og sagði við erum búin að afmá afleiðingar af þessari upplætingu þannig að við erum búin að leiðrétta þennan flokk sem að matið droppaði út af þessum ágreiningi sem augljóslega þetta ekki ágreiningur krafan á sér enga stoð og síðan sögðu þau en eitthvað svona þau fullvissuðu mig það að það sem hann fletti upp var
hvað væri á vanskilaskrá hjá mér og það var hvort sem ekki neitt. Það var ekki á vanskilaskránni hjá mér. Nema bara þeir hefðu komið fyrir. Þannig að fyrir þeim var skaðinn sá að hann hefði getað séð skráningar ef það hefði verið til staðar og þetta hefði áhrif á lánshæfismatið mitt. En fyrir mér það gjörningurinn, ásetningurinn, hann fær sér aðgang að persónulegum upplýsingum um mig, jafnvel svo staðarinn að ég hafi ekki verið með skráningu, líka persónulegar upplýsingar sem að hann á ekki að ganga í bara á því honum sýnist og líka að því að hann veit að það vöktun hjá Inkasso. Ef hann vantar upplýsingar um mig, þá getur hann bara spurt þau vegna þess að þau eru að þjónusta sama skjólstæðingin og síðan þegar að lögmannstofan hafði þurft að svara, ég veit ekki hvað oft nokkur sinnum, að já, það voru lögmændar ástæður, að þá fóru þau að gefa meiri skýringar og fóru að segja að við erum að undirbúa stefnu, við erum að fara að innheimta kröfur á þessa konu og alltaf segði tilbaka, það engar kröfur til að innheimta. Ef þetta það sem ég held, þá þetta reikningar sem eiga sér ekki stoð. Og samt sem áður, eftir að hafa reynt ítrekað að útskýra viðkomandi ekki með neitt case, hann ekki að fara að stefna mér vegna þess að lögmaður sem prófessor eða lektor, hvað hann í refsirétti, veit alveg, hann ekki að fara að stefna mér til að borga kröfur sem ekki til. Þannig verið að búa til einhvers konar skýringar eftir á eða ég veit ekki hvað í ósköpunum gengur þarna á. Væntanlega vegna þess að ég meni það eitthvað óeðlilegt þarna. Þetta eitthvað mjög skrítið. Þannig og núna í september, þetta búið að vera síðan í apríl, ég ekki ennþá búin að sjá þessa stefnu sem að Kreditinfo hefur fengið upplýsingur um að sé í undirbúningi og hefur fengið gögn því til sönnunar sem þau líka neita að afhenda mér. Þannig að þau eru ekki búin að rannsaka málið, búin að fá upplýsingar sem varða mína hagsmuni og þau eru ítrekað að ákveða þetta bara allt í góðu lagi, hér ekkert athugavert og þetta ekki vandamál vegna þess að það var ekkert að sjá og það hvað sem búið að laga lánshæfið. En það sem að vantaði kannski upp á, af því að augljóslega skilja þau ekki hvernig líf fólk virkar undir hælnum á þeim, að það vantaði kannski bara samhengið, hugsaði mér. Það þarna Inkasso, lögheimtan, það lögmaður, það Kreditinfo. Þetta eru 4 aðilar sem allir hafa ákveðið vald, öll í sameiningu að beita því til þess að svipta mig fjárhagslegu sjálfstæði og öryggi. Og það engin svona trúnaðarmaður fyrir skuldara á neinum af þessum stöðum. Ég veit ekki, en ég ekki skuldari. Já, eða fyrir mynda skuldara. Nei, og það var fyrir þólandan í þínu tilfelli. Já, og það meira að prófa að fara nú við Kreditinfo og finna út úr því hvernig þú getur kvartað eða beðið upplýsingar. Það nánast ekki hægt. Þannig að já, þetta bara óbærslega skrítið og óbælsfullt kerfi í eðli sínu og eins og þú bendir á með til dæmis leiguhúsnæði, það ekki bara það að fá leigutryggingu, heldur líka bara leigusalarnir sjálfur. Þeir eru farnir að fletta fólki. Já, þú veist, að ég á endanum flutti út úr þessu húsi og þurfti að fara á leigumarkað. Leigusalar hætti að tala við mig eftir að þeir fengu kreditskóra mitt, af því að ég meina það eru 200 manneskjur hverja íbúð og leigusalar eru líka í valdastöðu, gáðarsleigendum. Þannig að þeir geta beðið þetta og þú ræður hvort þú afhendir þeim það ekki, en þeir eru ekki að fara að leigja einhverju fólki sem er með minna en topp einhvern. Og mér finnst það líka mjög óeðlilegt. Bara svo það sé sagt. Já, ég meina, það auðvitað ansi margt sem getur komið til þess að fólk endar á vanskilaskrá og ég meina eins og ég búin að opinbera hér með, af því að fólk á þetta ekkert að skamma sig fyrir þetta. Að vera á vanskilaskrá hjá einhverjum þriðja aðila út í bæ sem að safnar því persónuupplýsingum þvert geð og einhvern veginn dreifir þeim til aðila og bara selur til aðila í þinni óþökk. Ég persónulega er vanskilaskrá vegna lánasjóðs námsmanna eða sem heitir nú eitthvað annað í dag.
Þannig að ég veit alveg hvernig að eiga við þetta batteri af því að það krafa sem ég var ekki sátt við. Já. Og svo bara tekur þetta tíma og enginn hlustar á mann og svo einhverjum tímapunkti þá maður bara svolítið, gerst maður bara svolítið upp fyrir þessu. Eðlilega. Bara, hvað á ég að gera? Þetta bara minn stóri dómur. Ég verð þá bara þessi kona sem að mitt get ekki, ég má gega kort og og getur ekki verið með netgíró eins og hinnir. Appið, það gengur ekki. Þetta svona ýmislegt. Þú veist, það eru litlu hlutir en svo þetta líka stóri hlutir en svo þetta líka það að þetta situr þungt á sálinni. Það gerir það. Já. Og þó að maður reyna að láta svona hluti ekki hafa á sig áhrif og það rosa margt og eins og þú gerir, þú veist, þú taldir upp þú veist, ég góður stöðu og velmentu og allt þetta en þú veist, það breytir því ekki að þetta ofbeldisfull. Já. Og þetta ofbeldi sem þú ert að verða fyrir og það hefur áhrif. Já, það gerir það. Sérðu, ég meina, hvað segir lögmaðurinn þinn við þessu öllu saman? Hún búin að reyna allt sem hún getur til þess að ég veit ekki, ég ekki að kvóta hérna en koma vitinu fyrir hinn lögmanninn og skjólstæðing hans. Hún búin að reyna að tala við lögheimtuna og inkasso og meira segja hún bara fær varla áheyrn og hvað þá úrlausn. Þannig að það var hún sem benti mér á að þetta mjög augljóst dæmi fjárhagslegt ofbeldi og hún vísar í Istanbúl-samninginn sem hefur með heimilisofbeldi að gera og hún hefur álætt mér að kæra þetta ofbeldi sem ég mun gera mjög fljótlega þetta bara hættir ekki ég ekki nefn búin að vera að bíða eftir því að einhver segi að þetta bara stjók já, þú veist, en þetta bara fúlast alvara þannig að ég mun kæra þetta en ástæðan fyrir því að ég var til í að tala þetta svo að réttlætiskenndin að bugast ekki bara fyrir mína hönd heldur allra sem að díla við öll þessi sálarlausu gróðafyrirtæki sem elska að taka þátt í fjárhagslegu ofbeldi greinilega og fá pening fyrir það og þetta verður að breytast. Ég get ekki ímyndað mér hvað mikið af fólki sem sömu sporum og ekki aðstöðu til þess að berjast gegn því eða mótmála nokkurn hátt af svo mörgum ástæðum. Þannig að ég get ekki bara að droppa þessu. Ég var að tala þetta viðtal sem ég ætlaði að taka í dag við mannesku sem ég hitt í dag og við komum til að segja mér bara, já, heyrðu, ég þekki eitt svona mál mjög persónulega og það bara eitthvað sem náinn mér í mínu nærumhverfi þannig að ég ímynda mér að þetta sé mitt eins og segir, þetta algengt og það hefur aðeins verið fjallað fjárhagslegt ofbeldi og hvernig oftast kallar beita fjárhagslegu ofbeldi í garð kvenna og oft það einmitt eftirskilnað sem að þetta svona nýtt sem einhver svona loka úrræði eða loka hnykkur í að koma einhverjum skilaboðum áleiðis eða skemma eða eitthvað og ég veit fyrir víst að dómsmálaráðherra hún hefur talað fyrir því að ætla að fara í stórkostlegar úrbætur á kerfinu í það sem hún ætlar að vera með hag þolenda leiðarljósi. Áttu von á því að þetta verði eitthvað sem að verði skoðað? Ég ætla rétt að vona það. Hvaða fólk þarf ég að tala við? Við pröfa að senda henni hvatningu, ég ekki viss hún horfið samt. Nei, það verður að breyta einhverju. Það ekki bara hægt að leyfa einkafyrirtækjum að taka svona mikið vald yfir lífi fólks og taka algjörlega umhugsunarlaust þátt í ofbeldi sem búið að vekja athygli þeirra á að sé verið að stundi gegn kerfið þeirra. Akkurat. Sæja Marjonsdóttir, þakkar kærlega fyrir að koma og segja ykkur söguna þína. Þetta, ég vona að þetta leysist fyrr en síðar fyrir þig. Þetta þetta erfitt mál. Veit að hefur tekið toll og ég bara þakka kærlega fyrir hugrekkið. Það nefnilega krefst hugrekkis að koma fram og svona, bera á torg sín persónulegu mál. Takk fyrir.
og dokið við því að það meira hér handa við auglýsingar. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.